Komið sæl. Það skrúa sér niðurlag hér inni við Grænlandssundi í dag og áttin því verið vestlæg og það dró fyrir hér á vesturhelmingi landsins, allar svona víðast hvar. Verið bjartara fyrir austan og þar var hiti að mælast hæstur í dag, rúm 10 stig, en verið svona næri 5-6 stigum hér landið vestanvert. Ekki mikil úrkoma í þessu í tengstu þessar lægð og hún sjálfur sér leita nú bara hér áfram til austurs og þegar hún komin hér austur fyrir landið að þá svona hefst kafli norðanáttar hjá okkur sem verður viðvarandi næstu daga. Ekki það að verður rólega þetta veður hjá okkur á morgun og úrkomi lítið í þessu, en við fáum svona meira afgerandi norðanátt þegar vera á mánudag og eitthvað fram eftir næstu viku. Og við sjáum hér það svona aðeins hlýnaði hjá okkur í dag, en þetta hlýri loftmassi sem hér rétt söður af landi, hann nær ekki til okkar og hörvar þegar líður á morgundaginn og við munum liggja í köldum loftmassa þá allan að fram á næstu helgi eins og spár líta út núna. En á nærsviðinu þá sjáum við að það var vestanátt hjá okkur, hún gat nú verið svona nokkuð stífallana hér með suðurströndinni, einhver úrkoma í þessu þá til fjalla og svona breytingarna til morguns að það mun smá sem að þeirra líður á nóttuna byrja að létta til á landinu, þannig að í fyrramáli verður orðið svona léttskýjað víðast hvar á landinu svona á stærstu leyti og ekki mikil úrkoma. Þessu eitthvað drag hér sem að valda því að verið skýjað og jafnvel eitthvað lítilast úrkoma á Suðausturlandi, en klukkan 14 á morgun að þá sjáum við að hitatölurinn svona 24 stig fyrir norðan, 8 til 9-10 stig hér sunnan til á landinu og léttskýjað nokkuð víð og nánast þurrt í þessu. En síðan þegar morgundagurinn klárast og fram á mánudaginn þá sjáum við að þessi norðlæga átt að hún verður smá saman meira og meira afgerandi, byrja að koma bakkar inn á norðurströndina, þó þetta sé nú ekki svo sem mikið sem að kemur inn á mánudaginn, en klukkan 14 á mánudaginn og þá sjáum við að þessu úrkoma sem að fellur þá fyrir norðan, þetta sennilega slitta eða snjókoma og loftmassin orðið það kaldur og það svona daghitatölur bara rétt yfir núllunu þar og svo ekki verið að fá þetta 5-6-7 stig hér sunnan til og vestanlands þar sem að verður öllu bjartara veður. Lítið sem breytir síðan í framhaldinu frá mánudegi til þriðjudags, heldur meiri svona úrkoma í þessu þegar við erum á mánudagskvöld og á þriðjudaginn eins og sjáum hér, jafnvel að það drægi eitthvað fyrir þá bæði hér sunnan og vestar til á landinu allan stundarsakir, en ekki íkja háar hitatölur hvorki fyrir norðan né sunnan heiða og úrkoma þá á köflum hér fyrir norðan sem mestur litið þá snjókoma, ekkert endilega miklu magni, en þetta svona kannski ekki það sem við viljum sjá á þessum árstíma. Og áfram heldur þetta síðan á miðvikudaginn og erum ekki að sjá að það hillindi breytingar fyrir en þá í vikulok, það segja 5. föstudag. En hvað var það veður í Evrópu? Þá erum við að horfa náttúrulega á alltar tölur svona mest megnis allan í mið- og austur-Evrópu, þar bæði sólríkt og hitatölur vel yfir 20 stigum, nokkuð víða, háþrýstisvæði þar á ferð sem að gefa sér þetta góða veður, 25 stig í Róm, óstöðugt svona tíðafar á Íberíuskaga og í vesturhluta Frakklands, skúraleiðingar nokkuð víða, en á Kanaríeyjum ætlar að verða norðaustan andvari á öllum eyjunum og sólríkt svona að mestu leyti og ágætis hitatölur. En hvað varðar Norður-Ameríku þá háþrýstisvæði hér yfir Suðurríkjunum, reyndar síðsti oddi Flóridaskagans, þar viðbúið að verði þrumuveður á morgun, sólríkt hér í Suðurríkjum Bandaríkjanna og það tegir sér inn í langleiðina hér til að landamærum Kanada, ágætis spá allan að fyrir Winnipeg 20 stig og sólríkt þar og síðan svona lægðir í gerjun þar norður af. En á morgunna þá verður hæglætisveður hjá okkur, bjartveður svona víðast hvar á landinu, en hann að fara að kólna hjá okkur og verður kalt næstu daga. Segjum það gott að veðri, verið sæl.